Með auknum fjölda ferðamanna til landsins má búast við fleiri óhöppum því það langt frá því að allir séu vel læsir á kort og kunni í raun að ferðast að vetralagi hér á landi. Dæmi þetta eru franskir ferðalangar sem ætluðu að aka frá Húsavík til Dalvíkur en ekki fór betur en svo að þau enduðu í skafli á Lágheiðinni, þá búin að aka bæði gegnum Dalvík og Ólafsfjörð án þess að átta sig á því hvar þau væru. Við skulum heyra sögu þeirra. Það var svolítið skemmtileg saga og kannski ekki síst fyrir það að hún endaði mjög vel. En það var bara þannig að hringir í mig ung stúlka og að panta gistingu. Og þetta var síðdegis, milli 5:30 og 6. Og það var nú bara auðsótt, það var nóg pláss og ég vildi nú vita hvernig væri von á henni en hún gat því miður ekki svara því þar sem að hún vissi ekki alveg hvar í heiminum hún var stödd. Hún var jú á Íslandi en hún segist vera það bil 15 mínútum frá Akureyri á leið til Dalvíkur. En hún væri, bílinn hefði bilað og vinurinn hefði orðið eftir í bílum en hún hélt áfram fótgangandi. Og búin að ganga cirka klukkutíma eða rúmlega það og ég bað hana bara að vera rólega. Hún var frekar æst og örlítið hrædd og já, alveg týnd. Og ég ringi svo bara í Bjarna og bið hann að fara á mótinni og athuga hvort hann hefði ekki upp á hann að gæta aðstoðu. Þetta var ég áætla hann væri komin bara rétt stutt í Dalvík, en hún vissi ekkert, engin kennileiti sem hún gat gefið mér, engin bæjarnöfn og ég sagði þetta var bara ekkert mál, maður mér kemur bara að sækja hann og aðstofa þau. Svo kom náttúrulega allt annað í ljós. Þú sendir Bjarna þinn af stað og hver þín saga? Hún ekki eins skemmtileg eins og Heiðu-saga. Ég var frekka pirraður þegar ég var búin að fara í gegnum minn hluta í þessu. Ég náttúrulega fór eftir nýjustu upplýsingum og keyrði átturinn til Akureyrar og sá ekki neitt, fann engan og ég fór eiginlega alla leið til Akureyrar og var eiginlega farin að átta mig á því að þetta gat ekki passað allt saman af því að hún sagðist ekki sjá neina sveitabæi eða neitt, það fullt af bæjum á leiðinni og eðlilega hefðum við kannski farið heim á næsta bæ við svona aðstæður. En svo keyri ég tilbaka og það semst kemur ljós þegar hún hefur sambandi Heiðu, ég náði ekki á þeim að hún hlýtur að vera hinum með Dalvík og þú varst búin að heyri henni þá með það. Já, og ég var í raun og veru í beinu símasambandi við hana næstum því allan tíman og þá kemur í ljós að í næsta símtali að þá segist hún vera norðan við Dalvík og þá renni Bjarni þarna út á göngum og það hvorki manneskja að sjá á göngu eða bilaðan bíl, þannig að ég hringi nú aftur og jú, hún segist sjá ljósin á Dalvík, þannig að einhvers staðar hún en veit ekkert meir staðsetningu, þannig að við tölum það að Bjarni renni bara út í Ólafsfjörð en ekkert mikið lengra heldur en Ólafsfjörður og ég ráðlagði að tala við björgunarsveitina þar því að þau væru einhvers staðar villt. Og ég ræddi lengi við hann í síma hvernig hún væri klædd og hvort að væri allt í lagi með hana og þá segir hún að félagið sinn sitji í bílum og hann sé fastur í snjó. Þá kom allt annað upp á teningin Bílinn ekkert bilaður, hann var fastur og hún mjög illa klædd en með ennisljós og sæi ljósin á Dalvík. Já, það náttúrulega komið ljós að hún sér rosalega vel þessi kona með ennisljósi því að þetta var Ólafsfjörður en ekki Dalvík sem hún sá. Hvað langt á milli? Það 18 kilometrar og einn fjallgarður og ein göng en ég sem sagt æði þarna úteftir og fram fyrir Hornbrekku og áttina að Lágheiðinni og það náttúrulega algjör glæra og hluta til á veginum þarna, það er mjög erfiðar aðstæður fyrir ofan að keyra og ég keyri lengra og lengra og það hverfa alltaf fleiri og fleiri ummerki aðra bíla og það er orðið hjarn á veginum og ég komið bara eins langt og held ég að menn nánast fara. Ég hefði verið búin að snúa við fyrir löngu, hefði verið einn á ferðinni og ætlað mér eitthvað þarna og ég þurfti að krækja fram hjá 2 litlu sköflum til að komast yfir brýtnar þarna fram að Reykji held ég og ég fann hana þarna á miðri leið með höfuðljósið og frekka köld, hún var reyndar í ágætri úlpu og í gallabuxum og svona, sperrhent og ég keyri svo þarna upp í heiðina og stoppaði alltaf áður en að koma bílnum því ég þorði ekki lengra. Ég var litlum bíl og ég hefði fest mig ef ég hefði byrjað að spóla niður úr hjarninu og hún nær svo í þennan ferðafélaga sinn, þá kemur ljósa
það fíleldur kallmaður í svoleiðis snjófötunum og hann bara eins og kom úr klifurferði í Alpana. En svo var ýmislegt fleiri sem kom í ljós eftir á. Ég til dæmis sagði þeim að þau færi ekkert á stað daginn eftir nema að tala við okkur og ég vildi fá að sjá kortið þeirra og svona. Göngin voru reyndar, til Siglufjarðar voru inn á kortinu. Þau voru ekki með GPS-tæki að ég held. En þau höfðu bara ekkert átt að sjá því hvar þau voru stödd. Þó þau væru búin að keyra í gegnum Dalvík og Ólafsfjörð, þá héldu þau að þau væru að koma að Dalvík. En þetta kannski víti til varnar og til umhugsunar líka, hvað við gerum fyrir alla þessa gesti sem að koma til okkur og munu koma. Já, ég held að við erum að lenda í að þjónusta okkar gesti dálítið mikið, en sérstaklega í kringum bílleigubílana. Það allt og margir á illa búnum og vonlausum bílleigubílum frá hinum á þessum bílaleigum sem að ég kann nú ekki eins og nafngreina allar því þetta eru svo margar leigur. Við til dæmis daginn áður höfðum hér kanadískt par hérna á kaffihúsinu hjá okkur í nokkra klukktíma því að þau snéru við á leiðin til Akureyrar. Þau voru svona camperbíl, algjörlega óneldum og lélegum dekkjum og þau voru bókstaflega fjúk út af veginn því það var svo hált. Þau eru að gista hérna yfir nóttinni, þau treystu sér ekki fyrir daginn eftir. Hjá Vegagerðinni fengust þær upplýsingar að Lágheiðin væri almennt ekki opin á vetrum sökum ófærðar en vegurinn að Þverá sem fremsti bærinn í byggð Ólafsfjarðarmegin ruddur eftir þörfum. Skilt lokun á veginum á Ólafsfirði bæði á íslensku og ensku. Kostnaður við að setja upp hlið á þessum vegi mikill og hafa þau ekki verið sett upp nema á þeim leiðum sem almennt í notkun en þarf að loka tímabundi vegna ófærðar eða vonsku veðurs.